að ég hugsaði bara það sem að vantar mest umræðan og það sem vantar mest að fólk sem ekki sammála geti í einhvers konar öryggi átt, sem ég kallaði respectful fighting, respectful arguing og það sem, og niðurst þetta var algjörlega ótrúlegt að eitt af þessum kvöldum þá erum við í Austur-Þýskalandi í Rostock og við erum með svona, svolítið, hann er Austur-Þjóðverji sem í rauninni að fjalla fall Austur-Þýskalands í rauninni sem yfirtöku en ekki sameiningu sem ég held að stemmi að mörgu leyti og hafi verið komið fram við Austur-Þýskaland að því að þeir væru ekki siðaðir í lýðræði sem einhvers konar börn sem þyrfti að siða til í lýðræðislegum háttum sem er alltaf einhvers konar kjarni. Ég var að fara að segja, það kjarni þessa vandamál. Já, kjarni þess að AfD þetta stórt í Austur-Þýskalandi og Austur-Þýskaland í rauninni ennþá bara, þóttir hafi, þú veist, að þeir sögðu, við byggjum fyrir ykkur vegi og við byggjum fyrir ykkur skóla og það er alveg rétt. En það ennþá gríðalt atvinnuleysi, allt atvinnuleyfið að basically tekið úr samband og sagt að það ónýtt, enda var það. Og eftir stendur rauninni í rauninni betri infrastruktúr en hins vegar tilfinningin að það sé búið að gera lítið úr öllu sem við stóðst fyrir fram að þessum tímapunkti og hann er bara að flytja sitt ávarp og listamennir voru með magna kóra og þetta var rosalega flott prógram og þar sem að við erum í þessu fishbowl fellur þýska ríkisstjórnin og þetta er daginn eftir að Donald Trump kosinn og daginn eftir fellur þýska ríkisstjórnin, hún fjell maður fann þetta í salnum það verður alltaf einhver órói og allir konu upp með símana og bara mitt í þessu nema í þessum sal og þetta er fólk sem kom á svið og talaði við okkur það var anti-vax og anti-covid það var AfD meðlimir það var fólk af öllu pólitíska spektruminu það var ungur íhaldsmaður sem var bara svo verið hannaður í svona íhaldsvesmiðu það voru pönkarar það voru AfD meðlimir og í öllum sem leikhúsum í tæknideildunum þar þetta með allt í bara kannski þriðjungur leikhús alltaf að búa til eitthvað anti-AfD leikhús en kannski helmingur af fólkinu sem að byggja leikmyndina eru bara heittrúaðir AfD áhundur þannig að og ég hugsaði leikhúsið einhvers konar samkomustaður þar sem við erum að takast á við erfið og stór málefni þannig að ef einhver staður sem að getur treyst í svona sögulega að geta komið og átt samskipti, það þarna. Þetta einmitt ástæðan samt fyrir því að ég líka sagði áðan að mér þykir ákveðið svona hluti til væntum því að ég meina það sem að gerast með AfD náttúrulega að gerast fyrsta lagi víðar í Evrópu og hefur náttúrulega verið að gerast áður þar sem eitthvað svona talsamband eða rofið talsamband álitið sem eitthvað jákvætt fyrirbæri og það ákveðin svona stemning fyrir svona þeir live amongst us svona svolítið þú veist að þeir búa einhvers þar hérna eða þeir einhvers þar hérna en svo þetta náttúrulega eins og þú segir bara í mörgum tilvikum einhverjum einstaklingar sem að standa vel að öllu því sem að þeir taka sér fyrir hendur en ég var innilega ósamálunum í heimsmyndinni en ég hafði djúpstæða bæði skilning og empatíu fyrir staðinu sem var komin á og þá ég ekki að tala svona parental, ég horfði ekki niður á hann, heldur ég talaði bara við hann eins og ég að tala við þig og ég held að það sem og þetta endaðilega með því að hann var með tárun í augunum, að því að hann hafði bara upplifað fyrirlitningu, niðurlægingu og fólk að taka hann og put him på plats alltaf þegar það átti samtölu við hann og hvað gerist? Þetta náttúrulega Trump það sem gerist það alveg augljóst og ég meina það talað þessi flyover states þar sem það eru þessi ríki sem að fólk bara að fljúga yfir á milli þess sem þeir fljúga á milli vesturstrandarinnar og austurstrandarinnar og það náttúrulega það var líka ég langar að segja svona upp úr 2010 til svona 2010-2012 að þá kemur upp svona ákveðin stemning það að þetta sé svona og bæði líka hér á landi þar sem að svona fólk sem ómentað og svona ekki búið einhvern veginn að svona fylla í ákveðnar eyður, ekki búin að tikka í þau box sem að við teljum að það eigi að tikka í
að það sé einhver svona fólk sem að við eigum ekkert mikið að hlusta á. Það var mikið til með iðnaðarmenn. Man að ég vann einu sinni sem dyravörður og þá var ég að ræða við hóp einhverja stúlkna og þær voru að segja já, ætlar ekki að fara í nám og ég svona, jó, ég er svona hugað að fara í nám, maður langar kannski bara í iðnaðarnám og þá var það svona aðhlátursefni, sko. Að verða iðnaðarmaður er svona, já, ok, langar þig að vera í svona þessum skítuga geira sem að er svona þjóna okkur sem erum með svona háleit markmið gagnvart lífinu og erum svona